Pétur, postuli Jesú Krists, til útlendinganna í dreifingu Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bítíníu sem útvaldir eru, samkvæmt fyrirvitund Guðs föður með helgun andans til að hlýðnast Jesú Kristi og verða stökktur blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum, til óforgengilegrar og flekklausrar og ófölnandi arfleiða sem yður er geymd á himnum, yður sem með krafti Guðs eru fyrir trúna varðveittir til þess að þér getið öðlast hjálpræði sem er þess albúið að opinberast á síðasta tíma. Þá munið þér fagna þótt til nú skammar stund ef svo verður að vera hafi hykst í margs konar raunum, til þess að trúarstaðfesta yðar langtum dýrmætara en forgengilegt gull, sem þó stenst eldrunnina geti orðið yfir til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberu Jesú Krists. Þér hafið ekki séð hann en elskið hann þó, þér hafið hann ekki nú fyrir augum yður en trúið samt á hann. Þér munu fagna með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þér náið takmarkinu fyrir trúiðar frelsun sálna yðar. Þessari frelsun grensluðu spámennirnir eftir og rannsökuðu vandlega, þeir eru spáðum náð þá yður myndu hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti, þá hann vitnaði fyrirfram písli Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir þá sjálfa þá heldur fyrir yður, að þeir þjónuða þessu, sem yður nú kunngjört af þeim sem boðuðu yður fagnaðarerindið í heilugum anda, sem sendur frá himni, og inn í þetta fýsir englana að stígnast. Það má segja sem svo að þetta í þessum kafla sé eitt megin efni eða megin þungamiðja og sem kannski skiptir öllu máli. Og það er þetta orð endurfæðing. Það kemur fyrir strax í fyrsta, þarna í upphæfinni, 3. versinu. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss. Og þetta er það mikilvægt vegna þess að Jesús segir sjálfur, þegar hann er að ræða þetta efni, þá segir hann að við getum ekki séð Guðsríkinu við endurfæðumst. Hann er að tala við Nikodémus sem við munum. Og þarna er í rauninni, í þessum kafla má sjá ýmislegt í sambandi við endurfæðinguna. Strax í fyrsta versinu sjáum hvað gerist við það að við endurfæðumst. Það er að segja að við fæðumst inn í Guðs ríki. Við getum ekki keypt okkur aðgang, við fæðumst inn í það. Fyrir orð Guðs og heilagan anda. Það fyrst er það að við verðum útlendingar. Orðið er skrifað til útlendingana í dreifingu í Pontus, Galatíu, Kappadókíu og svo framvegis. Útvaldir útlendingar. Og það táknar það í rauninni að okkar rétta föðurland er á himni. Það er í Páll ræður þetta dæmis í Filippíbréfinu. Hann segir föðurland vort er á himni og frá himni væntum við frelsara drottins Jesú Krists. Og það er aldrei athyglisvert að þegar maður eignast trún á drottin, þá verður hann öðruvísi heldur en aðrir. Það er einhver athygli. Ef þú gengur niður í bæ til dæmis í Reykjavík núna, þessa dagana, þá sérðu það mikið af útlendingum. Það sést á þeim. Ég sá meira að segja einn alveg svartan, núna í gær. Og það var mjög eftirvert. Og sumir forðast slíka menn, svertingja til dæmis, að þetta eru öðruvísi en aðrir. Og sumir forðast trúaða menn að þetta eru öðruvísi en aðrir. Þeir halda þetta sé eitthvað óeðlilegt og eitthvað annarlegt og þeir kæra sig ekkert að vera neitt samvistum við slíkt fólk. Og þar vegna þess að þegar við eignumst lífið í Guði, þá breytist svo margt. Við höfum ekki áhuga lengur á ýmsu því sem við höfum áhuga áður og það verður önnur áhugamál og það sem að kemur þessu til leiðar að þetta gerist í líf okkar að við verðum eins og gestir og útlendingar á jörðinni. Það er orð sem líka er notað í Sálmónu til dæmis. Hins vegar verðum við heimamenn Guðs. Gestir og útlendingar hér á jörð, en heimamenn Guðs, Guðs börn.
Og það sem að kemur þessu til leiðar má segja að er fyrirvitund Guðs. Það stendur hérna, samkvæmt fyrirvitund Guðs föður, með helgun andans til að finnast Jesú Krist og verða stöktur blóði hans. Hérna eru 4 atriði sem eru nefnt í fyrsta versinu. Fyrirvitund Guðs, við getum flett upp í Rómverjabréfinu í sambandi við það. Í 8. kapítulunum, þar eru orð sem er ákvæðlega einkennilegt og sumir hafa átt erfitt með að skilja. Það segir í 29. versin í 8. kapítulunum í Rómverjabréfinu, þá sem að þekkti fyrirfram hefur hann á fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo hann sé frumburður meðal margra bræðra. En þá sem hann fyrirhugaði þá hefur hann á kallað og þá sem hann kallaði þá hefur hann á réttlætt, en þá sem hann réttlætti þá hefur hann einnig veggsamlega gjört. Þá sem hann þekkti fyrirfram, fyrirvitund. Guð veit fyrirfram sem sagt hverjir þeir eru sem hlýða muni, kalli hans, þegar það hljómar. Það er dálítið einkennilegt að hugsa þetta, margir hafa velt þessu fyrir sig, hvernig í ósköpunum má þetta verða. Og sumir hafa lesið út úr þessu heila kenningar í sambandi við fyrirhugun, að Guð hafi fyrirhuga menn, suma menn til frelsunar og suma til jafnvel glötunar. Ágústín, hann talaði slíkt, talaði jafnvel það mannkynni væri eins konar glötunar dyngja sem að Guð bara kipta einum og einum út úr, frelsaði, en það er ekki það sem að ræða. Guð veit fyrirfram hverjir muni hlýða kalli hans og verða hófnir að ná markinu. Og við kannski eigum erfitt með að skilja þetta. Það er þýskur prestur sem var eins og velta þessu fyrir sér og átti mikið í vanda með þessa hugsun og var að biðja Guð að gefa sér skýring á þessu, hvernig í ósköpunum þetta mætti verða, hvernig þetta gæti verið. Og hann var einu svona ferðalagi og var að fara upp eftir nokkur fjallshlíð, þar sem að vegur lá í stórum boga til þess að komast upp, til þess að væri ekki mjög bratt. Hann þurfti að vera að koma fyrir vissan tíma til þess að ná ákveðinni lest sem átti að fara um ákveðinu stað og hann sér það þegar hann gengur eftir þessum vegi sem liggur í þessum stóra boga, þetta er dálítið langur vegur, að það er einhver stígur, gangstígur sem liggur af aðalveginni og beint upp. Hann vissi ekki hvort þessi vegur lá alla leið upp. Og hann hugsaði með sér, það væri nú gott að stytta sér leið. En svo þorði hann ekki að gera það vegna þess að hann sá ekki. Hann sá ekki hvernig þessi vegur lá. Hann sá að hann ná hann upp einhverju steinnámu, svolítið ofar í fjallinu, en lengra sá hann ekki. Svo hann valdi heldur að ganga hennar stóra sveig. En svo þegar hann kom upp alla leið og lítur tilbaka, sér niður eftir fjallshlíðinni og þá sér hann allt saman. Hvernig þetta var. Þá sér hann altså að vegurinn sem hann hafði verið að velta fyrir sig, hvort það verið ekki óvægt að fara, hann lá einmitt alla leið upp. En hann bara sá það ekki, þarna neðan frá. Og þá allt í einu þá var þetta eins konar prédikun fyrir honum, þetta laugst upp fyrir honum, þannig lítur Guð á þetta allt saman. Hann sér þetta frá hæðum, hvernig vegur okkar, hvað býður okkar á leiðinni. Þarna sá hann ýmislegt sem voru á leiðinni á þessum stíg, þarna var náman, þarna var eitthvað hlið og svo framvegis. En hann hefði getað farið þessi leið, en hann sá það ekki. En sá sem hann stóð uppi, hann gat séð þetta allt saman. Drottinn, hann sér allt frá sínum himinhæðum og veit hvað býður okkar. Og þetta var þónum sem sagt predikun eða eins konar skýring á því sem aðeim var að ræða. Og svo er meira sem að tala hér, það er helgun andans. Heilagur andi, hann knýr á hjörtun okkar og gjörir orðið lifandi, sýnir okkur synd okkar, bendir á Jesúm, gjörir hann veggsamlegan, svo að við leitum hans. Hann knýr okkur til þess að leita á hans fund með neyð okkar. Og svo er talað
að hlýðnast Jesú Kristi, það er þriðja atriðið. Það má kannski segja sem svo líka að það sé meira heldur en bara að hlýðnast, það er að vera hljóðnæmur og gefa gaum að áminningum andans og svo loksins að verða stökktir blóði hans. Það er dálítið einkennilegt orðalag og það er ekki um það að ræða að það sé í bókstaflegri merkingu. Það er ekki tekið neitt blóð og stökkt á okkur. Það er ekki eins og var í gamla sáttmálinu, það er sagt frá því, það er þessu líkingin eða þetta hugtak eða þessi hugsun, hún er, má segja hún sé tekin úr annarri Mósebók, 24:7, þar sem sagt er að Móse skrifaði öll orð Drottins, að næsta morgun reis hann árla og reisti altar undir fjallinu og 12 merkisteina eftir 12 kingvíslum Ísraels. Síðan sendi hann unga menn af Ísraelsmönnum og þeir færðu Drottni brennifórnir og slátruðu uxum til þakkarfórna. Og Móse tók helming blóðsins og hellti því í fórnarskálarnar, en hinum helming blóðsins stökkt hann á altarið. Því næst tók hann sáttmálsbókina og las upp fyrir lýðnum, en þeir sögðu: við viljum gjöra allt það sem Drottinn hefur boðið og hlýðnast því. Þá tók Móse blóðið, stökkti því á fólkið og sagði: þetta er blóð þess sáttmála sem Drottinn hefur gjört við yður og byggður er á öllum þessum orðum. Þetta gjörði sem sagt eftir að fólkið hafi sagt: við viljum gjöra allt það sem Drottinn hefur boðið og hlýðnast því. Þegar að maðurinn er fús til þess að hlýða Drottni Jesú Kristi og til að hlýða honum, þá gjörist þetta. Það er ekki í bókstaflegri merkingu heldur eins og Lúther segir þegar hann útskýrir þetta orð. Það þýðir það að það er predikað að Kristur hafi úthellt blóði sínu og gengur fram fyrir föðurinn fyrir okkur og segir: kæri faðir, hér sér þú blóð mitt sem ég hef úthellt fyrir þennan syndara. Ef þú trúir því, hefur þú verið stökktur blóði hans, segir svo Lúther. Ef þú trúir þessu, sem sagt að Jesús hafi úthellt blóði sínu fyrir þig, þá ertu þegar í þeirra aðstöðu að þú hefur verið stökktur blóði hans. Það er að segja að það réttlætir þig blóð Jesú Krist. Og þennan hátt gerist þetta með þetta kraftaverk sem að gerist í hjarta syndursmanns þegar hann eignast lífið í Guði, hvað endurfæðist, verður nýr maður. Svo heldur hann áfram og kemur með kveðjuna: náð og friður margfaldist með yður. Það er líkt ýmsum þeim kveðjum sem við þekkjum úr bréfunum. Ég ætla ekki að staðna mest í það frekar. Þetta eru 2 orð sem að við þörfnumst daglega, eiga náð Guðs yfir okkur og frið Guðs í hjarta sem að varðveitir hjörtu okkur og hugsanir í samfélaginu Jesúm Krist. Og svo kemur lofgjörðin sem að í 3. versinu: lofaðu sig Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar. Þeir eru upprisu Jesú Krist frá dauðum. Þarna er talað um lifandi von. Það eru til dauðarvonir. Það er að segja vonir sem ekki rætast. En þegar að tala um von í Biblíunni, þá er átt við það sem við eigum í vændum. Það sem við væntum. Það er ekki eitthvað óákveðið. Já, eins og við segjum stundum: ég vona það, við vitum ekki hvort það verður. Heldur felst í því þetta, það er væntum fastlega, eins og komist þér á orð á einum stað. Og upprisa Jesú sem átti sér stað fyrir nærri 2000 árum, hefur hún stendur hún í nokkru sambandi við endurfæðinguna. Já, ef að Jesús væri ekki upprisur frá dauðum, þá væri alls ekki neitt slíkt að ræða. Því við sjáum hvað Páll leggur mikla áherslu á það í bréfi sínu til dæmis, í 1. Korinthubréfi í 15. kapítulunum, þegar hann með þetta ræðum upprisuna, og segir hann meðal annars þetta: ef Kristur er ekki upprisinn er trú eða fánýt og þeir eru ennþá í syndum yðar. Ef Kristur er ekki upprisinn, þá voru ónýt prédikum, voru ónýt líka trú yðar. Það var gagnslaust allt saman ef Jesús var ekki upprisinn.
En af því hann upprisin og lifandi frelsar og hefur sendt okkur sinn heilaga anda, þá gjörist þetta í hjörtum syndugra manna. Þeir eignast lífið í Guði og þessi lifandi von, hún endurfæðir okkur til vissrar arfleifðar sem er svo lýst hér nánar. Hún í fyrsta lagi óforgengileg. Það er að segja, hún verður aldrei að engu. Hún varðveitist sem sagt og eyðist aldrei. Þannig það ekki með þann arf sem menn fá hér á jörð, margs konar arfur sem menn sælast eftir og keppast eftir. En hér segir Pétur að hann er óforgengilegur og flekklaus. Þannig ekki heldur með ýmis konar arfleið sem að mennirnir er að sækjast eftir og er sörguð af margs konar syndum, alla þá sem að keppast við verða ríkir og gera þá margvíslegan hátt. Þeir safna sér auði með röngu til dæmis, með því að selja fé á okurvöxtum til dæmis. Ég man til dæmis að Kristinboðssambandinu var einu sinni gefið skuldabréf sem að einhver maður hafi keypt með miklum afföllum. Það var ekki neitt úr þessu. Þetta hafi verið einhver okrari í Reykjavík sem upprunalega hafi stofnað til þess þarna, en það er einlega fylgir engin blessun slíkum arfi, eða slíku sem að þannig er fengið. Og það er ófölnandi, það er einlega dálítið svipað eins og óforgengilegur. Það er að segja, hann visnar ekki, þessi arfur, það er að segja, það sem við eigum í vændum í himnum Guðs. Og okkur er geymdur þessi arfur á himnum. Hann er varðveittur þar og þess vegna er hann alveg óhultur. Það er engin hætta á ferðum. Þar sem að mölur ekki kemst og skemmir ekki, safnið er ekki fjársum og jörðu, sá ég sinni sinni. Safnið er heldur fjársum á himni, þar sem að þjófur kemur ekki brotist inn og svo framvegis. Hann er geymdur á himnum. Og svo er annað sem við skulum líka festa okkur í minni, og það er þetta að við erum líka geymd eða varðveitt. Það er einlega svipað orð, þetta er geymdur á himnum eða varðveittur á himnum og svo varðveittur. Því það væri ekki nóg ef að arfurum væri geymdur á himnum ef að við varðveittumst ekki til þess að taka á móti þessum arfi þegar það kæmi. Okkur er geymdur hann á himnum, yður sem er krafti Guðs er fyrir trúna varðveittir. Til þess að við getið öðlast hjálpræði sem er þess albúið og opinberast á síðasta tíma. Það er eitt af því sem að margir hafa óttast af þeim sem að gengu Jesú Kristi á hönd er þetta: hér skyldi ég nú varðveitast. Og ég hef heyrt vitnisburði trúaðra manna sem hafa komist orðið eitthvað á þá leið að það er stórkostlegt að eignast lífið í Guði og að frelsast, komast inn í Guðs ríki. En það er jafnvel ennþá stórkostlegra að varðveitast alla ævi, allt til hinstu stundar í samfélaginu með Drottni. Vegna þess að það er svo margt sem vil fá okkur til þess að víkja af brautinni, víkja af leiðinni sem að liggur til himins. Og leið og við eignumst lífið í Guði, þá hefst í rauninni barátta fyrir því að ná þessu marki. Því að við tekið eftir því hvað hann segir hér í framhaldinu hér. Þar sem hann er að tala um að ná þessu marki. Ég er fyrir trúna varðveittir til þess að ég getið öðlast hjálpræði sem er þess albúið og opinberst á síðasta tíma.
Í sambandi við þetta langar mig til þess að benda á eitt atriði og það í sambandi við þess að keppa að markinu. Páll hefur komist að orði við það þannig að hann segir meðal annars í Filippíbréfinu og hann að tala að hann gleymi því sem að baki hann seilist eftir því sem við framan og keppi þannig að markinu. Og það margt sem vil hindra að hafi náð þessu takmarki. Satan að verki og við þurfum ekki að líta langt aftur í tíma til þess að minnast eins eða annars sem við munum eftir, sem byrjað á veginum en sem fór svo út af veginum einhver staðar og heltist úr lestinni. Ég var einu sinni á leið til Vestmannaeyja með mótorbát fyrir mörgum árum og ég fékk að stýra. Það dálítið svona einkennilegt, það var langur vegur þetta, 4, 5, 6 tímar kannski sem maður þurfti að fara með mótorbát og ég mátti standa við stýrið svolítið stund. Nú að þegar við stöndum við stýrið þá vitum við það að verðum að stýra eftir ákveðnu striki og það dálítið athyglisvert að það þýðir ekkert að ef maður ætlar að stýra, þó það sé kannski allt í leið, maður sér nú kannski eyjarnar og svo framvegis, það ekki langur vegur, en þá verður maður að stýra eftir ákveðnu striki samt. Og ég man það, ég var alltaf að hreyfa stýri og því að það gekk svo illa að halda strikinu sem maðurinn hafði bent mér á, sem hafði lánað mér eða látið mér standa þarna til þess að hvíla sig svolítið. Og þetta má segja að geti verið eins konar lexía við verðum að halda okkur við striki. Það er 8 viti, við getum líkt yfir samviskuna, samvisku okkar, hún er eins og 8 viti, hún gefur okkur til kynna, já, nú ert að víkja út af línunni, nú ert að víkja út af strikinu og þá þurfum við alltaf að vera eins og að hreyfast til, eins og maður komast. Og þannig má segja að þetta getur eins konar lexía. Vegna þess að þegar maður fara að stýra eftir einhverju eigin hyggjuviti þá lenda þeir kannski upp á skeri, áður en vita. Og ef þeir ætla að fara að segja sem svo, já það ég næ nú samt sem áður þó ég víki nú svolítið út af þarna þessu atriði, þá næ ég samt marki. En það er þetta sem er svo hættulegt fyrir marga og við sjáum það til dæmis í sambandi við það þegar Páll að tala menn sem einu sinni voru með í hópnum og hættu að berjast trúarann og góðu baráttu. Það voru þessir menn sem hann nefnir hér í fyrra Tímóteusbréfi í 20. versinu, í 1. kapítulunum. Þá segir hann Hímenes og Alexander. Og hann er að tala að við Tímóteus að hann berjist trúarann og góðu baráttu, hafandi trú. Berjist henni góðu baráttu, hafandi trú og góða samvisku. Og ég held að þarna komi líka til greina orð sem að Páll nefnir og sem við höfum kannski einhvern tíma hugsað í Filippíbréfinu. Það þegar hann er að tala að Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma, hann segir að þið vinni nú að sálhjálp eða með ugg og ótta. Við vinnum að sálhjálp okkar. Hlýðum rödd samviskunnar og stýrum eftir strikinu, að markinu. Og það sem að varðveitur okkur fyrst og fremst á þessari leið, það má segja að það er kraftur Guðs. Yður sem er krafti Guðs eru fyrir trúna varðveittir. Til þess að þið getið öðlast hjálpræði sem er þess albúið og opinberast á síðasta tíma. Við eigum arfinn, hann er varðveittur, hann er geymdur á himnum, en við erum líka varðveitt. Og það er að því við eigum frelsara. Þegar Jesús er að tala þessu efni, þá munum við kannski það sem hann segir í 10. kapítulum í Jóhannesarguðspjalli, það sem hann segir sína sauði, mínir sauðir heyra raust mína, og ég þekki þá, og þeir fylgja mér, og ég gef þeim eilíft líf, og þeir skulu aldrei að eilífu glatast, og enginn skal slíta þá hendi minni. Og þessi kraftur Guðs sem að hér er nefndur, þeir með krafti Guðs eru fyrir trúna.
trúina svo hún varðveitir okkur, en það kraftur Guðs samt sem áður sem að varðveitir okkur í raun og veru og hann gefur okkur trúna og það sem að Jesús biður til dæmis þegar hann biður fyrir Pétri það að hann mætti að trú hans varðveitist. Þegar hann biðja fyrir Pétri þannig eins og sagt frá í Lúkasarguðspjalli í 22. kapítulunum ég beði fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Það er að segja þegar að einhver hefur farið út af strikinu, svo má orðið komast, að hann örvænti þá ekki. Heldur komi með synd sín og játa hana og haldi áfram að keppa markinu. En í Efesusbréfinu þá Páll að tala þennan kraft Guðs það er í 1. kapítulunum þar sem hann að tala að þeir skilji hver þú von sem hann hefur kallaður til. Þar hann ræðir það sama eins og Pétur hér, hann að tala vonina og það sem að okkur er geymt á himnum og hver ríkdómur þeirra dýrðar sem hann ætlar oss að erfa meðal hinna heilugu. Það er hann að tala arfinn líka. Og hverinn yfirgnæfandi mikilvægi máttar hans gagnvart oss sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröftu í mátturinn sem hann lét koma fram á Kristi hann vakti hann frá dauðum og lét hann setjast sér til hægri handar í himinhæðum. Og við skulum hugsa þetta að þessi máttur sem okkur stendur til boða er sami mátturinn eins og vakti Jesú frá dauðum. Engin mannlegur máttur getur vakið til lífs hans sem dauður er. En máttur Guðs vakti Jesú frá dauðum og kraftur Guðs sem að hér að ræða, hann getur líka varðveitt okkur til þess að við öðlumst hjálpræði, sáluhjálpina. Eða öðlast hjálpræði sem er þess albúið að opinberast á síðasta tíma. Og þar eru þetta átt við endurkomu Jesú, það er þegar hann kemur til þess að hjálpræði hans verði í raun og sannleika og opinbert öllum. Og þá munu þér fagna þótt í nú skammar stund svo verður að vera hafi hrikst í margs konar raunum. Það er eitt af því sem að þeir fyrstu kristnu þurftu að horfast í augu við. Það var að hryggjast í margs konar raunum, það er að segja erfiðleikum, ofsóknum og öðru slíku. En það var litið á þetta sem eins konar deglu sem að þyrfti að ganga gegnum til þess að trúa staðfestan geti orðið okkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Langt dýrmætara en forgengilegt gull. Þarna er líkingin sem hann er að tala það er svo degla sem sett í trúin og hún stengst eldraunina. Alveg eins og gullið. Það hreinsast af soranum. Þannig verður trúin þegar hún mætir slíkum prófraunum og það er eitt af því sem að við sjáum greinilega þar sem menn hafa orðið að líða eitthvað fyrir trú sína að það hreinsast. Ekki aðeins hópurinn að trúið heldur líka trú þeirra sem að eiga við þetta búa, þeir eru horfast í augu við margs konar þrengingar og erfiðleika. Kannski er trú okkar sem að erum hér á landinu okkar svona kraftlítil af því að hún hefur ekki verið prófuð í eldi þrenginga eins og víða erlendis. Við erum svona frekar gefum fyrir það sem myndi vera að kalla svona hægindastóla kristindómur. Og þegar að það er þá náttúrulega má búast við því að trúin hún sé miklu veikari heldur en hjá þeim sem hafa staðist margs konar ofsóknar og þrengingar. En þannig á trúin er hún ekki verð. Við ættum að ganga fram með djörfung sem vottar Jesú. Við viljum koma okkur hjá því að þurfa nokkuð að mæta óþægjendum fyrir það. En þannig er það í rauninni leið og við verðum útlendingar hér á jörð
Já, þá megum við búast við því að ýmislegt mæti okkur ef við til dæmis tökum ekki þátt í ýmsu því sem heimurinn sækist eftir, að þá fara menn að spyrja hvers konar fólk þetta eiginlega, þykist að vera eitthvað betra en aðrir og svo framvegis, og svo getum við mætt ýmsum slíkum óþægendum. En ef við leggjum þannig út á djúpið, þá munum við komast að raun það að okkur vex hugur á vegum Drottins, eins og komist orðið líka á einum stað í Gamla testamentinu með einn af konungum í Ísrael. Honum óx hugur á vegum Drottins. Trúin styrkist og eflist og stenst eldrunina, og það til þess að það geti orðið yfir lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Það er að segja þegar Jesús Kristur opinberast þegar hann kemur aftur á skýjum himins.